Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að skoða athyglisverða leið sem að hvítur á gegn Sigi Levertshvarts sem er Grand Prix árásin. Hefðbundnar leiðir gegn Sigi Levert byggjast venjulega á því að hvítur leiki D4 á einhverjum tímapunkti og opni miðborðið, og það gera hann yfirleitt eftir leiki eins og rittar F3 og D4. En Grand Prix árásin byggjar á öðrum hugmyndum og hún hefst á því að hvítur leikur rittari C3 í öðrum leik. Plan hvíts er ekki að leika D4, heldur einfaldlega að leika piðan á F4, hafa rittarinn á F3 og hvítrita biskupinn annarkvort á C4 eða B5 í framhaldinu. Þessar stöður verður svolítið öðruvísi heldur en hefðbundnar sikilega stöður, og kosturinn við þetta afbrigði er að ef að menn þekkja Grand Prix árásina vel, fyrir hvítan þar að segja, þá standa þær oft vel að vígja móti þeim sem að tefla sikilega vörn og kunna byrjunarleiðina kannski aðeins betur. Þannig að það er hægt að koma mönnum svolítið á óvart. Hvítur getur bæði fengið miklar sóknarstöður, komist í mikla kóngsókn, eða hann getur telt stöðulega, hann hefur svona val bæði, og það er ýmsir skemmtilegi möguleikar í þessu afbrigði. Við skulum skoða helstu leiðirnar. Eftir rittari C3 er algengasta svartur svarið því með að leika rittari C6 eða D6. Eftir rittari C6 kemur F4 og þá á svartur aftur nokkra möguleika. Hann getur leikið D6, hann getur leikið E6 og G6. Ef svartur leikur G6 þá leikur hvítur rittari F3, biskup G7 og biskup C4. Og plan hvíts í þessari stöðu er að hrókara stutt, leika piðin á D3 og oftast nær að fara með drottninguna yfir á E1 og sveiflinn yfir á kongsvanginn, fara með hann á H4, hefja kongsókn þar. Við skulum skoða eina mögulega leið. Við skulum segja svartur leiki D6 sem er algengur leikur í þessari stöðu, hvítur hrókari stutt. Þá á svartur tvær ágætar leiðir, hann getur annarkvort valið að hafa rittarinn sinn á F6 og hrókara svo stutt í framhaldinu, eða hann getur leikið E6 og haft rittarinn sinn á E7 sem hann lokar ekki fyrir biskupinn á G7. Báðar leiðir vel teflanlegar fyrir svartan, en hvítur á sóknarmöguleika í báðum leiðum. Eftir rittar F6 getur hvítur leikið D3 og eftir stuttarhrókun getur hvítur leikið þessum drottning E1 leik sem ég nefndi áðan. Drottningin stendur nefnilega vel á einum, hún valda bæði E4 og hún er tilbúin að sveifla sér yfir á kongsvanginn, og plan hvíts í framhaldinu er að leika F5 og biskupnum yfir á H6. Ef svartur passa sig ekki, þá lendir hann í miklum vandræðum strax. Við skulum segja að svartur leiki einhverjum rólegum leik. Við skulum segja að hann leiki bara A6 með hugmyndinni að leika B5. Þá getur hvítur leikið F5 með hugmyndinni að leika drottning H4. Hann getur leikið drottning H4 strax, og ef svartur drepur þetta, þá kemur drottning H4 og næsti leikur er biskup H6 með mjög hættulegri sókn fyrir hvítan. Það sem að flestir gera í þessari stöðu er að leika piðin á E6, en aftur á móti, alveg nákvæmlega eins og áðan, þá getur hvítur bæði leikið drottning H4 eða hann getur leikið F5 með hugmyndinni að fara með drottninguna H4 og biskupinn á G5 í framhaldinu. Förum tilbaka og sjáum hvað gerist ef svartur leikur E6 með hugmyndinni að fara með rittarinn á E7. Hér hafa menn telt nokkra mismunandi leiðir. D3 er eitt góður leikur hérna, eða drottning E1 strax, og eftir rittari G til E7 getur hvítur valið að leika annarkvort drottning E1 strax eða F5 eins og áðan. Og við sjáum hvað þetta er hættulegt eftir drottning E1, stuttarhrókun, F5, E-dreipur og drottning H4. Hér er biskupinn eins og ég sagði á leiðin til H6 og rittarinn á G5 með hótunum á F7 og H7. Og ef svartur passa sig ekki hérna, þá lendir hann í ótrúlegum vandræðum. Sjáum við eftir rittar G5 er máthótun á H7 og það er hótun á F7 líka. Og þá hvítur fórn í þessu peði, þá þarf hann ekkert að vera smeykur, hann fær góð sóknarfæri fyrir peðið. Ef við förum tilbaka, þá skulum við sjá hérna hvað gerist ef svartur velur að leika öðrum leik heldur en G6. Ef svartur leikur til dæmis peðinu sína á E6, þá getur hvítur svarað því með að leika rittari F3, og ef svartur leikur núna D5 sem lítur eðlilega út, sækja fram á miðborðinu, þá á hvítur ekkert möguleika að hafa biskupinn á C4 eins og vorum að skoða hann. En hvítur á aðra góða leiðir og hann getur leikið biskup B5 í þessari stöðu. Gott að þekkja báða leiðir
og geta valið á milli eftir því hvað svartur gerir. Hugmyndin í þessari leið að hafa biskupinn á B5 er einfaldlega bara að drepa riddarinn á C6 við fyrsta tækifæri og gefa svartum tvíböð. Ef svartur passa sig ekki, þá getur hann lent í stöðu sem er svona, eins og við segjum, strategískt mjög erfið. Ef hann leikur til dæmis A6 og hvítur drepur á C6, þá sjáum við hvað peðin á C-línunni hjá svörtum eru veik og sérstaklega peðið sem er á C5. Hvítur getur sótt að því í framhaldinu og gert svörtum lífi leitt. Eftir D3 í þessari stöðu, til dæmis riddar F6, þá getur hvítur hrókarast upp og hvítur er ekkert hræddur við að fara í drottningaruppskipti í þessari stöðu. Og við sjáum af hverju. Ef svartur drepur á E4, hvítur drepur tilbaka og svartur drepur á D1, þá er hvítast peðastaðan mjög heilbrigð, en svartur er með alveg ótrúlega lélegt peð á C5 sem er svona varanlegur veikleiki og hvítur getur sótt að því með leikjum eins og biskup E3 og í framhaldinu seinna meir riddari A4 og svarta staðan er mjög erfið. Biskupinn á C8 kemst ekkert út. Þetta er ekki gott fyrir svartan. Þannig að eftir stuttar hrókun og biskup E7 þá getur hvítur stillt þessu upp á svona svipaðan hátt og hann gerir í aðbyrjunum með biskup C4. Hann getur farið með drottningur á E1 í þessari stöðu þar sem að hún er tilbúin að fara yfir á kongsvanginn, valdar E-peðið og hefur auga með drottningavangnum líka ef hún þarf að fara þangað. Planið á hvítum í þessari stöðu er ofta, eins og ég sagði, að reyna að sækja C5 peðinu á svartum og hann getur gert það með ýmsum leikjum. Hann getur leikið til dæmis peðin á B3, haft biskupinn á A3 í framhaldinu og riddarinn á A4, hóta peðinu þannig. Ef svartur læsir miðborðinu þá er það allt í góðu. Hvítur getur farið með riddarinn sinni yfir A4 og biskupinn á C3, biskupinn á A3 í framhaldinu eins og ég sagði, og hvíta peðastaðan mjög heilbrigð og auðvelt að tefla hvítu stöðuna, en svartur á erfitt með að finna eitthvað gott plan. Þannig að nú eru bara dæmdur til að verjast í þessari stöðu. Þetta eru helstu hugmyndir hvíts í Grand Prix árásinni og við höfum eftir að sjá þær útfærðar betur í módelskákunum sem við skoðum seinna. Takk fyrir þetta.